Katrín Oddsdóttir, fulltrúi í stjórnlagaráði. Geturðu sagt okkur aðeins frá störfum þínum hér í ráðinu? Já, ég semst í A-nefnd, ég skal bara sýna ykkur þetta, hérna svona starfsaðstæðan okkar og þið komum við þetta með mér og getið sýnt ykkur hvernig þetta allt Hérna erum við semst fulltrúarnir búin að hóla okkur niður í svona bása, eins og þið sjáið, og líka aðrir starfsmenn og ef þið komið hérna getið þið séð básinn minn sem einmitt númer 12 og hefur verið skreyttur sérstaklega hérna eins og sjáum. Nú, það sem við erum að gera núna og kannski eiginlega einna mikilvægast það að við erum að reyna að fá fólki og þjóðina til að vera með okkur í að búa til þessa stjórnarskrá. Þannig ég ætla að sýna ykkur hérna, til dæmis eitthvað erindi sem okkur barst, en ég ætla að sýna ykkur sko hvað þetta ótrúlega sniðugt og ótrúlega einfalt að sko stjórnarskráin í fyrsta lagi samfélagssáttmáli, það að segja sáttmálin okkar og það hvernig við viljum hafa okkar samfélag, þess vegna við sem flestar reyna að búa til saman. Það sem við erum að reyna að gera að tryggja það að sem flestir komist að í þessu og við gerum það meðal annar með því á heimasíðan okkar sem stjórnlagaráð.is, stjórnlagaráð.is. Þar hægt að senda inn erindi og ekki bara hægt að senda inn erindi, heldur hægt að bregðast við erindum í gegnum sko, Facebook-tengingar og það hefur verið að gerast alveg á fullu núna. Við erum búin að fá held ég yfir 70 erindi frá alls konar fólki alls konar mál. Og við í A-nefndinni til dæmis sem ég er í, sem með mannréttindi, auðlindir og umhverfismál, við höfum náð að sko breyta okkar tillögum mjög mikið í takt sumpart við þessi erindi. Til dæmis fengum mjög góðar ábendingar frá UNICEF og umboðsmanni barna og ýmsum einstaklingum sem við erum bara jafn óðum að skrifa inn eftir bestu getu ef við erum sammála með rökstuðningi sem þar á bakvið Þannig að þetta er algjörlega opið ferli og það geta allir fylgst með því og það geta allir tekið þátt í því. Og ég held að allir ætti að gera það sko og mér sýnist það vera svolítið stemningin. Ég veit að víða erlendis þá er fólk alveg að missa sig við því að okkur takist að hafa þetta svona opið og fólk komið svona málefnalega að umræðinu eins og raun ber vitni núna. Þannig að við Íslendingar getum nú bara verið stoltir því að gera þetta svona núna því við eigum þessa stjórnarskrá saman vonandi sem kemur út úr þessu og þá þurfum við líka að skrifa hana saman. Þannig að ég bara hvet allar til þess að koma inn á síðan okkar og hjálpa til með því að leggja þetta mörgum. Í gær voru mannréttindatillögur A-nefndar afgreiddar inn í áfangaskjalið. Já. En þýðir það að það kom ekki fleiri tillögur mannréttindi inn í þetta skjal eða hvernig er það? Nei, alls ekki sko. Þetta er kannski helmingurinn af því sem við erum komin með, svona við erum vinn í, sem þarna er komið inn, að því við byggjum náttúrulega einhverju leyti þennan mannréttindakafla á núverandi stjórnarskrá, enda er það nýjasti hluti hennar og mjög fínn hluti að mörgu leyti byggir mikið á mannréttindasáttmála Evrópu og annað slíkt, þannig að við erum ekki að fara að kollvarpa þeim réttindum sem að Evrópa er sannfærð að tilheyra mannréttindum, þvert á móti, viljum við styrkja þau. En þannig að við erum núna komin með eitthvað 14 greinar inn í þetta áfangaskjal og ég veit að það er svolítið framandi hugsunarháttur að tala um eitthvað áfangaskjal og okkur finnst það svo eðlilegt að því við erum búin að þróa þetta verklag en áfangaskjal er eiginlega bara eins og svona snapshot eða á íslensku svona einhvers konar bara svona skyndimynd af vinnunni hverju sinni og við erum náttúrulega núna að reyna að setja þetta saman í jafnóðum og við erum búin með 14 greinar til dæmis í mannréttindakaflanum en þær verða kannski 28 eitthvað slíkt sko þannig að þetta er bara rétt byrjunin og ef fólk fær taugaáfall yfir að sjá það vandi eitthvað þetta inn þá getur það alveg vandað með nefinn en þetta bara þá kemur í næstu viku eða þar vikunni þar á eftir að við erum ekki fara að gleyma einhverjum mikilvægur réttindum til dæmis í þeim kafla en hins vegar gefur þetta fólki tækifæri að sjá hvernig þetta þróast hvernig þessi línulega hreyfing á þessu er og hvert við erum komin hverju sinni